Góðan daginn, gott fólk. Gaman að sjá ykkur hérna. Fyrir hönd okkar hjá Högum þá býð ykkur velkomin á kynningafund vegna uppgjörshaga á öðrum ársfjórðungi. Þetta er sem sagt rekstrarárið 2025 og 2026 og svona til glöggvunar þá hófst það 1. mars og við erum að horfa núna á sumarmánuðina, það er að segja júní, júlí og ágúst. Við erum ekkert að finna upp hjóli hérna, allt með hefðbundnu sniði við Guðrún Eva, framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Munum renna yfir reksturinn og fjórðungnum og fara yfir helstu fréttir og taka svo spjallspurningar í lokin ef það á við. Fundurinn er bæði haldinn hérna í Raunheimum á Nauthóli og svo í streymi þannig að það verður upptaka á honum aðgengileg að loknum fundi. Nú til upplýsingar þá erum við í þessu uppgjöri að svona leggja meiri áherslu en áður á upplýsingamilun á ensku. Árshlutareikningurinn er núna á ensku eingöngu og tilkynningin bæði íslensku og ensku. Þannig erum við bara almennt að bregðast við auknum áhuga á félaginu að utan og svo rennur okkur blóði til skyldunar að gera fjárhagsupplýsingar aðgengilega gagnvart áhugasömum aðilum í Færeyjum en þar finnum við alveg fyrir áhuga á félaginu. Nú enn að uppgjörinu þá er kannski ekki margt í tölunum hjá okkur sem kemur á óvart. Við sendum enda út breytta afkomuspá 22. september síðastliðinn. Þannig að þar voru að segja frá góðu gengi á öðrum ársfjórðungi og hækkum afkomuspána í 17 til 17,5 milljarð. Það er að segja EBITDA. Nú, þessi breyting á afkomuspá endurspeglar í raun og veru ágætlega stöðu félagsins eins og við sjáum hana. Það gengur vel á öllum sviðum og við erum núna að gefa upp boltan í áhugaverð verkefni sem okkur hlakkar til þess að deila með viðskiptavinum okkar og sjálfsögðu líka á þessum vettvangi hér. En við skulum vinda okkur í uppgjörið og byrjum á yfirlit yfir reksturhaga og mismunandi starfsþætti og tökum svo léttari fréttir af starfsemi, fjárhagsuppgjör og horfur. Nú, hér er fjórðungurinn í samantekt. Við erum að sjá töluvert miklar breytingar á helstu mælikvörðum í okkar rekstri á milli ára. Því tengt þá er ágætt að hafa það í huga. Við erum að bera saman SMS, haga með SMS innanborðs við haga án SMS og það er eðlilega nokkuð afgerandi áhrif sem það hefur og skýrir að töluverðum hluta bætta afkomu. En enga síður og að teknu tilliti til SMS þá er fjórðungurinn sterkur og rekstur að batna mikið á milli ára. Nú vörusalan nam 51,8 milljörðum, það er ríflega 11% aukning á milli ára. Tekjurnar eru aðeins ýktar náttúrulega með viðbót SMS en á móti eru þar dempar vegna þess að olíuverð er að lækka á milli ára. Nú EBITDA er að styrkjast töluvert mikið, hún nam 5.485 milljónum króna á fjórðungnum og hagnaði sömuleiðis 2.556 milljónir, þarna munar 37% og 48% á milli ára. En ef við tökum tillit til SMS inn í þessum tölum þá eru áhrifin þau að EBITDA er að styrkjast rétt í kringum 10% og hagnaðurinn 22%. Nú framleiða hlutfall er að hækka hjá okkur töluvert mikið, var 24,8% og launa- og kostnaðarhlutfall eru sömuleiðis að hækka 15%. Svona eitt komment á þetta er að stærstum hluta þá er framleiði okkar starfsemi ekkert að sveiflast sérstaklega mikið alla jafna og hún stendur til dæmis svo til í stað í dagurhlutasamstæðunar þannig að ástæðan fyrir þessum hlutfallshækkunum liggja eingöngu hjá Ólís og svo með viðbót SMS. Eiginfjárhlutfall 36,3% og er bara innan ramma. Nú til glöggvunar á stærðum í okkar rekstri þá er alltaf gott að líta á þessa helstu ytri áhrifaþætti sem eru verðbólga, gengi og olíuverð, við tökum þá stærstu þrjá. Þarna er nú ansi eindreginn lækkunartaktur yfir línuna, verðbólga er að lækka, dollarinn er að veikjast og olíuverð er að lækka frá fyrra ári og ef við horfum þá á verðbólguna fyrst, auðvitað ánægileg þróun er að fara úr 6% í 4% á milli ára en það er kannski síður að hún er staðnað og er nánast óbreytt í síðustu nokkra mánuði. Og eins og ég nefndi áðan þá hefur krónan styrkst á milli fjórðunga, töluvert meira gagnvart dollar heldur en evru og það má alveg hafa það í huga svona í tengslum við verðbólgu að sterkt gengi krónur hefur klárlega verið að toga á móti verðbólgunni að minnsta kosti í okkar bransa, þannig að maður svona er aðeins hugsi yfir því hvað gerist ef hún gefur eftir. Og svo heldur olíuverð áfram að lækka, það er að segja yfir lengri tíma á milli fjórðunga og eins og við höfum oft komið að á þessum vettvangi þá hefur olíuverð töluverð mikil áhrif á svona mælikvarða í okkar rekstri, sérstaklega á tekjur og framleiða hlutföll. Nú, það sem við erum ánægðast með á fjórðungnum er bara árangurinn sem við erum að ná í rekstrinum og endurspeglast í þessari uppfærðu afkomuspá.
Það gengur heilt yfir vel, en þessi bætta afkoma tilkomin af þremur svona póstum. Það í fyrsta lagi rekstur olíus töluvert umfram áætlanir. Það gengur betur í Færeyjum heldur en við þorðum að áætla og umsvif á dagvörumarkaði eru svona heldur meiri en við gerum ráð fyrir. Nú framleiðin hefur verið að styrkjast hjá okkur, eins og ég nefndi, bæði í krónutalið og sem hlutfall af tekjum og eins og ég sagði það skrifast fyrst og fremst á sveiflur í framlegð hjá olíus og svo innkomu SMS og bara til glöggunar þar þá framleiðastig í Færeyjum töluvert hærra í dagvöru heldur en hér heima, pluss það að veitingastæður eru stærri hluti að stærri hlutfall af rekstrinum þar heldur en hjá okkur hér heima. Við erum að sjá töluverða raunaukningu í tekjum, það bara meira að gera, fleiri viðskiptavinir og fleiri keypt stykki. Þannig að svo þessi sterki rekstur svo að skila sér vel niður rekstrarreikninginn hjá okkur. Við horfum gjarnan á uppsafnaðan hagnaðar hlut sem stendur núna í 6,6 krónum í samanburði við einhverjar 2 krónur fyrir nokkrum mánuðum síðan. Nú undir lok fjórðungs þá keyptum við eigin hluti fyrir tæpa 400 milljónir, 3,7 milljónir hluta í tveimur mismunandi endurkaupaáætlunum og við ljúkum svo seinni endurkaupaáætlunum núna í september og eigum 13,8 milljónir hluta sem 1,25% af heildarhlutafé. Ef við kíkjum á starfsþættina, byrjum að vanda á þeim stærsta sem eru verslanir og vöruhús á Íslandi. Þar voru tekjur 34,4 milljarðar, svipaður hækkunartaktur og verið hefur svona frá byrjunárs cirka 7%. EBITDA var 3,1 milljarður, að aukast 5%, en EBITDA hlutfall og afkoma starfsþáttarins svona nokkurn veginn að standa í stað eða kannski aðeins að lækka og þar spila inn í áhrif matsbreytinga á fjórðungnum. Eins og ég nefndi áðan þá almennt meira að gera í verslunum. Það svo eðlilega að skila sér svipað í auknum umsvifum hjá aðföngum og banunum ásamt því Eldum rétt og Sara ganga vel og við erum að sjá kannski svona heldur meiri upptakt í stórkaupum, mögulega tengt góðu ferðamannasumri en þar tekjuvöxtur töluvert meiri kringu 20%. Ef við kíkjum svo á dísilvélina í samstæðinni, Bónus, það var fín aukning í vörusölu á fjórðungnum, hún nam 25,3 milljörðum, það 8% aukning frá því í fyrra og almennt gengur bara Bónus mjög vel og afkoman svipuð á milli ára. Það ánægjulegt að viðskiptavinum heldur áfram að fjölga og svona til glöggunar eða til að setja einhverja svona stærðir á þetta þá erum við að fá kannski öðru hvoru megin við 1,5 milljón heimsóknir í hverju mánuði inn í bónusverslanirnar og þar hafa í rauninni aldrei verið fleiri. Magn sem við seljum út úr verslunum að aukast og við höfum rætt það áður á þessum vettvangi að Bónus hefur lagt áherslu á magnpakningar og svona hagkvæm kaup sem alla jafna kemur niður á seldu magni þannig að þess vegna þessi aukning bara sérstaklega ánægjuleg. Nú skilvirkni og hagkvæmni eru ær og kýr í hjá Bónus bæði í rekstri og innkaupum og alltaf með það markmið að geta búið þessum hagkvæmasta verð til viðskiptavina út úr heillum verslana. Ég nefndi verðbólgu áðan og full ástæða til þess að hafa svona gætur á henni en þrátt fyrir það þá höfum við náð að lækka verð á milli ára á meira en 900 vörum sem kannski svona kringum 15-20% af vöruflóru í okkar stærstu verslunum og á verðbólgutímum þá erum við bara ánægð með þetta. Langar auðvitað að gera betur en þarna skilar mikil vinna innkaupafólks og gott samstarf við Birgja prýðilegum árangri og alla leið í vasa viðskiptavina okkar. Nú óháð þessari tölfræði þá hefur ódýrast vikunar hreinlega slegið í gegn hjá viðskiptavinum okkar og þeir geta treyst því að í þessum tilboðum hægt að spara umtalsverðar fjárhæðir í matvöruinnkaupum og til að setja einhverja stærðir á þetta þá telst okkur til að í sumar hafi sparnað viðskiptavina numið svona í kringum 60 milljónum og í góðum takti við þetta loforð Bónus að skila ávallt sem mestum ávinningi til viðskiptavina. Athugulir viðskiptavinir og kannski bara allir hafa örugglega tekið eftir því að á svona síðustu mánuðum og misserum hafa verið svona gerðar ákveðnar breytingar á Bónus. Þær eru liður í því að gera verslanirnar okkar svona meira aðgengilegar fyrir fjölskyldufólk og fyrir kannski barnafjölskyldur aðalega. Þetta tekur á sig ýmsar myndir, allt frá aukinni áherslu á úrval og ferskleika grænmetis og síðan mikið lagt upp úr því að svona börnum líði vel þegar þau komi í heimsókn til okkar og þessi vinna að skila sér en hún skila sér náttúrulega yfir lengri tíma en það ánægjulegt að sjá
núna sérstaklega tengt sölu á ferskvöru, ávöxtum og grænmeti sem auðvitað keppikefli að auka að við erum að sjá svona upptakt í því hjá Bónus. Gott fyrir heilsuna hjá viðskiptavinum og fínt fyrir reksturinn í búðunum. Þannig að gengur í svona holt og bolt vel taktvíst hjá Bónus. Það má kannski segja svipaða sögu hjá Hagkaup, sérstaklega núna seinni hluta sumars, einhver hluta vegna var júní svona bara rólegur en júlí og ágúst miklu sprækari. Hagkaup velti 6 milljörðum sem 4% aukning á milli ára og ákoma svona frekar að styrkjast og þar eru við að ná árangur á kostnaðarhliðinni. Á þessum 3 mánuðum þá voru kannski að meðaltali að heimsækja hérna í hverju mánuði verslanir okkar 600.000 viðskiptavinir, þannig að þær eru svona meðal fjölsóttustu verslunaráfangastaða landsins, sérstaklega þessar stóru verslanir í Skeifunni, í Garðabæ og svo í verslunarmiðstöðunum. En sá hluti Hagkaups sem að vaxa hraðast eru netverslanir. Þar erum við að sjá hérna cirka 60% aukningu á milli ára. Við erum að selja þarna snyrtivöru, leikföng, veislurétti og fleira. Og takturinn þarna svipaður og hefur verið síðustu ár og tölurnar, eða þessi tekjutölurnar að verða svona hérna þannig að þær telja töluvert í rekstrinum hjá okkur. Og þessu tengt þá hefur Hagkaup lagt töluvert mikið upp úr því að kynna vöru og þjónustu í gegnum margvíslega samfélagsmiðla og það er mjög gaman að sjá hvað gengur vel og bara svona hvað notkun samfélagsmiðla í markastarfi að skila miklum árangri. Bara til hérna að gefa einhverjar tölur á þetta, áhorf á eina Instagram-rás hjá Hagkaup í kringum 2 milljónir áhorfa núna á hérna frá byrjun rekstrarárs hjá okkur og það er gaman að sjá hvernig velheppnuð umfjöllun á samfélagsmiðlum hefur einfaldlega bein áhrif á sölu. Það er nánast eins og einhver galdraformúlur og sýnir hvernig markastarfi að þróast og breytast. Svona sem hliðarspor í þessu þá hérna svona þessu samfélagsmiðla markasetningar samhengi þá er kannski gaman að segja frá því að síðast þegar ég kom hérna fram á þessum vettvangi þá nefndi ég úrval af steikum í Hagkaup sérstaklega af því að það voru 2 verslanir að fá eitthvað alveg ótrúlegt kjöt frá hérna Jóni Erni bónda á Nýjabæ undir Eyjafjöllum og það er skemmst frá því að segja að hérna mjög snarlega seldust allar steikur upp og fengu færri en vildu. Þannig að ég ætla bara að láta ykkur vita að hérna það kemur ný sending frá Jóni og hún kemur svona einhvern tímann í lok nóvember og hún verður stærri í fleiri búðum. Þannig að hérna að það er bara að mæta og skoða og kaupa og njóta. En stóra myndin, það er bara fínt að gera í Hagkaup, það eru stöðugar nýjungar, hérna, þetta er skemmtileg verslun og hérna það styður við reksturinn. Það var komið að Ólís sem óhætt að segja eigi frábæra byrjun á árinu og frábæran fyrsta helming árs. Tekjur voru 14 milljarðar og líkt á síðustu fjórðungum eru þær að draga saman þetta tæplega 5%. EBIT á fjórðungnum var 1,8 milljarðar og það er töluvert mikil bæting frá því fyrra. Aðeins til þess að varpa ljósi á þessar rekstratölur þá er skýringin á tekjusamdrættinum svo sama og hefur verið bara síðustu fjórðunga. Í lækkunarfasa á heimsmarkaðsverði þá lækka tekjur hjá Ólís eðlilega og svona 7% lækkun eins og við sáum á myndinni hérna áðan er að þýða kannski 2-3% lækkun á okkar tekjum með við hérna samsetningu hérna heimsmarkaðsverð í verði olíulítra. Nú því til viðbótar þá seldum við heldur færri lítra á fjórðungnum, þar var 2% samdráttur. En það sem skiptir hérna öllu máli er samsetning á sölu. Það er samdráttur í sölu til stórnotenda en á sama tíma erum við að sjá ágætis aukningu á smásölumarkaði þar sem að við erum í bara fítninsókn og það sem skiptir bara heilmiklu máli í okkar rekstri. Við sjáum líka áfram mjög góðan vöxt í sölu á þurrvöru og veitingum á þjónustustöðum og teljum að þar er bætt viðmót, árangursrík markaðssetning og gott framboð á vörum á stöðvum að skila okkur töluverðum ávinningi. Þetta er náttúrulega ekkert flókin uppskrift af að tekjur hærri en gjöld og það er að ganga vel á stöðunum hjá okkur. Tekjur er að styrkjast og rekstrakostnaður er að standa svona meira og minni í stað sem er frábær árangur í verðbólgutímum og með kjarasamninga eins og þeir eru. En þetta er að skila okkur áþreifanlegum rekstrabata á stöðunum og það telur í 20 milljóna á hverju mánuði. Nú verandi í sóknargírnum þá opnuðum við 2 nýja bensínstöðvar á fínum staðsningum undir merkjum OB í sumar, annars vegar við Bónusverslun í Naustahverfi og Akureyri og hins vegar á þjóðuleið til Vestfjarða í Búðardal og þær fara báðar bara mjög vel á stað. Og svo er það önnur tvenna, við erum að opna þessu 2 bílaþóttustöðvar, aðra í Grafarvogi og hinn á Selfossi.
Þannig að núna erum við komið með 3 þvottastöðvar undir merkjanum Glans og gaman að sjá að það stór hópur bílaeigenda sem tekur þessari þjónustu bara opnum örmum, enda þetta fljót og góð þjónusta. Að síðustu starfsþátturinn Færeyjar heldur áfram að koma okkur skemmtilega óvart. Rétt til að rifja upp þá má hugsa Færeyjar sem nálægt í svona 10% af högum, heldur minna ef við horfum á tekjur, heldur meira ef við horfum á afkomu. Fjölbreytt starfsemi, matvöruverslanir, sérvöruverslanir, veitingastaðir, kjötvinnsla, verslunarmiðstöðvar og fasteignasafn. Og það er skemmst frá því að segja að góður rekstur á fyrsta fjórðunginn heldur áfram. EBITDA var 593 milljónir af 4 milljarða veltu og töluvert umfram okkar áætlanir. Og eins og sjáum á þá afkomuhlutföll töluvert hærri heldur en við eigum að venjast hér heima fyrir aðra hluta okkar starfsemi. Nú þróun á veltu, fjölda heimsókna og svo framvegis ekkert ósvipuð því sem hérna heima, 5–7% upp en verðbólga lægri þannig að raunvöxtur rauntekjuvöxtur heldur meiri. Nú SMS í augljósri sókn á færeyska markaðnum með skýrt forskot þegar kemur að verslunum, staðsetningum, vöruvali og verði og mjög leiðandi þegar kemur að öllum nýjungum sem innleiddar á þessu markaði. Ég nefndi hérna síðast að það gengi vel með vildakerfi hjá þeim og appi sem var hleypt á Stokkhólmi í vor, núna eru 25% af landsmönnum að taka þátt í vildakerfinu sem frábært. Það er svo áhugavert að fylgjast með og taka þátt í þróun byggðar þarna í kringum höfuðstaðinn Þórshöfn. Manni sýnist svona á suma Færeyingar séu heldur duglegri að framkvæma heldur en við. Þeir eru til dæmis nýbúnir að byggja þjóðarhöll og það tók held í 2,5 ár frá því að hugmyndin kom upp þar til hún var byggð og fyrir 5 árum þá byggðu þau 11 kílómetra löng göng undir sjó til sem tengdi Þórshöfn við Rúnavík og svona í þessu samhengi má hugsa þjóðarhöll á Íslandi og umræðum Sundabraut sem hefur verið í einhver áratugi. En hvað það? Að Rúnavík, þetta var svona aðdragandinn að því, í rauninni út af þessu orðið úthverfi í Þórshöfn og þar eru vel ekki að loka hönd á tæplega 3.000 fermetra verslunarkjarna sem við munum í nóvember opna með 2 verslanir frá okkur, einhverja veitingastaði og svo leigum við restina til þriðja aðila. Við erum að staðsetja okkur þarna í byggðakjarna sem í miklum vexti og erum að bæta við fasteignasafnið okkar svona 20–30% í eyjunum. Frábær fjárfesting á mjög góðum stað. Mér langaði rétt að víkja svona stuttlega að því hvernig við erum að vinna með SMS í Færeyjum á fyrstu metrunum í okkar samstarfi, ekki að þeir þurfi mikla hjálp eins og sjáum á, en svona sökum landfræðilegar fjarlægðar þá á milli þetta Haga og SMS þá gerum við ekki ráð fyrir að ná fram neinni svona raunverulegri samleið í mönnun eða hagræði í mönnun, ekki á skrifstofum og ekki í verslunum, það gefur augaleið. Við erum hins vegar að sjá ákveðna möguleika til að hagræða í rekstrarkostnaði, við getum hort á flutningskostnað, við getum hort á fjármögnunarkostnað og við það bætist að með því að deila upplýsingum á milli fyrirtækjana, bara benchmark upplýsingum, þá hjálpar það til í markmiðssetningu í tengslu við rekstur verslana og svona koma aga á bæði hjá okkur og Færeyingunum, við getum lært í báðar áttir. Við sjáum hins vegar mikil tækifæri á sóknarhliðinni og kannski það alltaf skemmtilega að tala sóknarhliðina. Það eru möguleikar í að efla úrval í verslunum töluvert í Færeyjum. Við erum að tengja kollega okkar þar við íslenska framleiðendur, Birgja. Við erum að horfa á mögulegt úrval af tilbúnum réttum og svona mögulega á seinni stigum að nýta innkaupakraft samstæðunar betur til þess að ná hagkvæmari innkaupum í Færeyjum. En svo getum við talað um samnýtingu á tæknimálum, þróun vildakerfa og svo framvegis. Nú, það er orðið sem ljóst að SMS frábær viðbót við samstæðu Haga og reksturinn þar að ganga betur heldur en við þorðum að gera ráð fyrir. Þetta var í grófum dráttum svona yfirferði yfir reksturinn. Mér langaði að tæpa á nokkrum svona léttari fréttum af starfsemi. Byrja á að nefna mjög skemmtilegt verkefni sem að Bónus hóf á síðasta ári sem kallað Barnabox eða Barnabónus sem settum á laggirnar í svona því markmiði að styðja við bakið á ungum barnafjölskyldum og létta lífið svona á fyrstu metrum þegar ný börn komu í heiminn. Það fæðast cirka 5.000 börn á Íslandi á hverju ári og í dag hafa 3.500
fjölskyldur sótt barnabóksið og við gerum ráð fyrir að verði ríflega 4.000 áður árið liðið undir lok. Þannig að við erum að fá 80–90% af fjölskyldum sem að eignast börn á árinu í heimsókn til okkar og við erum að fá mjög góða endurgjöf á þetta. Viðskiptavinir eru ánægðir með framtakið. Við finnum það bara almennt á þakklætinu sem við fáum fyrir þetta, en við sjáum það ekkert síður á því að kauphegðun í kringum vörurnar sem í barnabóksinni að breytast og út af þessu þá erum við búin að ákveða að framlengja verkefnið og búið að opna fyrir umsóknir fyrir næsta ár. Mjög skemmtilegt. Annað ekki síður skemmtilegt verkefni var sett á laggirnar á 4 fyrirtækjum Haga sem eru sem sagt Banana, Bónus, Hagkaup og Ólís með það að markmiða að stuðla því að börn borði hollara almennt séð, grænmeti og ávexti og þetta unnið í samstarfi við Latabæ. Þannig við fórum að framleiða íþróttanammi sem í handhægum umbúðum, passar vel í nestisbóks og svo framvegis. Frábærlega tekið. Salan frá því við hófum þetta átak á íþróttanammi yfir 20 tonnum og einhverjum 60.000 sölueiningum og við sjáum það sem ánægjulegt að þetta á stórum hluta viðbót við sölu í vöruflokknum í verslunum hjá okkur. Þannig að þetta bara til viðbótar aukning í neyslu á grænmeti og ávöxtum. Nú endurnýjun verslana stöðugt viðfangsefni hjá okkur. Við erum að taka 2–3 ár í gegn á hverju ári. Núna klárum við Stykkishólm og það gaman að sjá hvernig það poppar alltaf upp salan, hún lægri áður en við förum inn og hækkar svo og það kannski bara sýnir að það skiptir máli hvernig verslanin líti út. Svo ef við kíkjum á Eldum rétt, gaman að fylgjast þar með vöruþróun, bara ég að tæpa mjög stuttlega á þessu, en fyrir nokkrum mánuðum þá gerðum við tilraun með rétti sem eru tilbúnir til eldunar, sem þá aðeins fljótlegri og auðveldari réttir heldur en þessir hefðbundu Eldum rétt réttir. Við byrjum að bjóða upp á tvo svona rétti af einhverjum 20 og eitthvað sem eru í boði á hverju viku og viðtökur eru þannig að við erum búin að fjölga þeim 2 viðbót, þannig að það fullt fleira svo að gerast skemmtilegt þarna á þessum bæ. Ef við höldum áfram í svona vöruþróun á vinklinum og þá til Hagkaup til að gefa hugmyndir vinnuna sem þar í gangi, sem bara gengur út af það að auka úrval, gera verslunina áhugaverða og skemmtilega, þá varð í sumar til konsept sem heitir Refurinn. Það að segja að viðskiptavinir kaupa ísbóks, velja svo sjálfur kurl og blanda því saman og borða. Þetta eru einhvers konar bragðarefir, sló í gegn, svolítið eins og skýrskálarnar sem við settum á self-service skýrskálarnar. Þannig að þetta komið strax í 5 verslanir og síðan eru fjölbreyttir viðburðir að draga heilmikið að og styðja við sölu. Danski dagar, Latabæjarhátíð og gott að við erum með fulltrúa Latabæjar í salnum sem skemmtilegt. Á vettvangi Ólís þá var ég búin að nefna nýja bensínstöðvar og nýja þvottastöðvar, en til að gefa hugmyndum það sem hvernig við erum að vinna með stöðvarnar hjá okkur og gera það meira aðlaðandi, þá núna komið alvöru svona barista kaffi frá Kaffitár á 2 staði, í Norðlingaholti og Höfn í Hornafirði, smá tilraun í bænum og á landsbyggðinni og þetta að mælast þannig fyrir. Þetta var mikil tortryggni innandyra, en núna vilja allir fá Kaffitár kaffið inn á stöðvarnar hjá sér. Og svona til þess að bæta við þjónustu við viðskiptavini þá erum við núna nýlega búin að gera samstarfssamning við Piccolo uppbyggingu á kældum afhendingarstöðum fyrir matvæli á þjónustustöðum Ólís og fyrstu 3 húsin munu rísa núna við Gullinbrú, Garðabæ og Ánanaust á næstu vikum og mánuðum. Tengt sjálfbærnimálum, þá gaman að sjá nánast öll fyrirtæki hafa teljast framúrskarandi að mati kreditinfo. Og svo erum við sérstaklega ánægð með niðurstöður úr sjálfbærnivísi PwC sem úttekt á árangri í að draga úr kolefnislosun annars vegar og svo hins vegar á árangri í upplýsingagjöf sjálfbærnimál eða gæði upplýsingagjafar. Og þar eru Hagar 1–2 kaupallafyrirtæki sem komst í þennan næst efsta flokk. En þessi úttekt á PwC okkar mati svona besti, klárlega hlutlægasti mælikvarðinn á sjálfbærni árangur sem hægt að finna hér á landi. Nú, rétt í lokin áður ég hleypi Guðrúnu þá langar mig að staldra aðeins við það sem við getum kallað stafræna vegferð Haga síðustu árin og þar ég að horfa sérstaklega til lausna sem snúa að beinni þjónustu við viðskiptavini. Það má segja að fyrir 4 árum síðan þá hafi einfaldlega ekki verið auðugan garð að gresi hjá okkur. Við höfðum almennt ekki verið að nýta okkur stafrænar lausnir til þess að gera verslun skemmtilega eða þægilega eða áhugaverða.
og svona til að auðvelda okkar viðskiptavinum lífið almennt. En ef við hraðspólum áfram núna 4 ár, þá hefur ansi mikið breyst. Við erum búin að vinna í því að byggja upp þekkingu innandyra, koma á innri ferlum og vinnubröðum þar sem við erum að nýta upplýsingatækni til þess að gera það sem við gerum betur. Það má líta á þessa vegferð sem nokkuð konar þjálfunarbúðir, það sem að nýja þjónustur hafa verið að líta dagsins ljós, bæði á neytendamarkaði en líka á markaði fyrir fyrirtæki og svona stórnotendur. Við höfum byggt upp nokkrar netverslanir fyrir hagkaup með snyrtivöru, leikföng og veislurétti. Stórkaup og bananar eru núna að selja rekstravöru, dagvöru, ávexti og grænmeti í gegnum mjög flotta netverslanir til stórnotenda, verslana og veitingastaða. Fyrir 2 árum síðan þá smíðum við skönnunarlaust fyrir Bónus sem auðveldar innkaupin í gripi og greitt og fyrir hálfu ári nýtt app fyrir Ólís sem að virka sem rafrænt dælulykill og gefur aðgang að afsláttum og fleira. Þannig að við erum í einhverjum skilningi búin að vera svona upptekin við að æfa okkur og ég tek það fram hér að við erum ekki að talja með verkefni sem að lúta að kjarna innviðum, fjárhagskerfi, vöruhúsakerfi og svo framvegis sem hafa einnig verið uppfærð. En til hvers erum við að gera þetta? Nú, augljóst og svarið við þessu er að við erum að gera þetta til þess að geta brugðist við nýjum og breyttum kröfum frá okkar viðskiptavinum þjónustu fyrirtæki eins og við erum og það blasir við að slíkt verður ekkert gert án stafrænna innviða. Því tengt þá settum við nýjan fókus eða svona nýjan tón fyrir 1,5 ári síðan stefnumótandi þar sem við sögðust myndum leggja meiri áherslu að byggja upp nýja tekjustrauma, annars vegar í gegnum ytri vöxt og SMS er þá kannski fyrsta og mest áþreifanlega dæmi það og hins vegar á okkar eigin forsendum með innri þróun. Við höfum núna síðustu mánuði og nokkra mánuði unnið að þessu markmiði og horft til leiða til þess að tengja betur við okkar viðskiptavini, vita hverjir þeir eru, geta skilið þarfir þeirra betur og geta átt í skilvirkari samskiptum við þá almennt heldur en við gerum í dag. Nú með það leiðarljósi þá höfum við hannað og smíða nýtt vildakerfi Haga. Þetta er kerfi sem byggir í öllum aðalatriðum á þeim stafrænu innviðum sem við erum búin að byggja upp núna síðustu 4 ár og svona þekkingunni sem hefur byggst upp samhliða. Og við munum á næstunni bjóða viðskiptavinum upp á þátttöku í vildakerfinu en þetta er líklega eitt umfangsmesta tæknilega verkefni sem við höfum spreytt okkur á innan samstæðu Haga, minnst þú svona í seinni tíð og það helgast að því að flækjustigið er töluvert. Við höfum lagt upp með að í gegnum vildakerfið ná að tengja saman valin félög innan samstæðunar undir einum og sama hattinum og þjóna þannig viðskiptavinum á mun betri og heildstæðari hátt heldur en við höfum geta gert hingað til. Markmiðið er að þeim sem taka þátt í vildakerfinu að þeir munu njóta þjónustu sem við kannski þekkjum svona frekar í löndunum í kringum okkur á þeim markaði sem við störfum að mista okkur í smásölu með dagvöru og við lítum þannig á það að þetta er eitthvað sem hefur ekki tekist vel að gera hérlendis sem ekki okkar geira. Kerfið verður einfalt, skilvirkt í notkun, við höfum hannað þannig að það veiti notendum betri kjör, betri þjónustu, að upplifun þeirra af viðskiptum við okkar fyrirtæki verði almennt séð betri, meðal annars í gegnum alls konar tilboð, betri verð, afsláttarkjör, aðgang að viðburðum og svo ekki síst betri aðgengi að upplýsingum kaupsögum, verðþróun og sparnaðarleiðir. Þannig að þetta er stórt skref fyrir okkur hjá Högum. Við teljum augljósan ávinning verða til af því, bæði fyrir viðskiptavini og fyrir Haga sem fyrirtæki. Ef við setjum á laggirnar sem við munum gera vanda vildakerfi þar sem viðskiptavinir velja sig inn af því að það er skýr ávinningur fyrir þá býður það leið upp á fjölmörg tækifæri fyrir okkur eða fyrir verslunin að kynnast viðskiptavinum betur og þjónusta þeim betur. Og möguleikarnir eru óþrjótandi, það er kannski einfaldast að horfa bara til nágrannalandana, til Svíþjóðar eða Danmerkur þar sem á fyrstu metrónum í fyrirtækjum eins og Coop eða Salling eða ICA þá fóru þessi kerfi einfaldlega á stað sem afsláttarkerfi en þróuðust síðan mjög hratt í að verða kjarni í viðskiptastefnu þessara fyrirtækja þar sem að gögn og vildakerfum eru einfaldlega grundvöllur að öllum ákvörðunum vöruval, markaðssetningu, nýja þjónustuleiðir og svo framvegis, allt byggt á raungögnum viðskiptavini og verslun. Og við erum algjörlega sannfærð að með slíkar uppslingar í forgrunni þá getum við gert tvennt, við getum auki verið fyrir viðskiptavini og við getum styrkt reksturinn okkar leið. Þannig að við gerum ráð fyrir að vildakerfi verði með tímanum ein af lykilstoðum í því hvernig við skiljum markaðinn og tökum ákvarðanir og verður þannig grunnur fyrir vöxt okkar til framtíðar.
Það gaman að geta sagt frá þessu loksins, þetta hefur verið svona aðeins bak við tjöld en nú þetta handan við hornið þannig að þetta svona smá teaser þannig að það bara hinkra við og sjá hvað kemur, við erum í allu falli mjög spennt fyrir því sem framundan. Þannig að því sögðu þá ætla ég að fá Guðrún til að fara í gegnum reikningana og svo kem ég aftur inn í lokin. Takk fyrir það. Góðan dag. Við byrjum að renna yfir rekstrarniðurstöðu fjórðungsins, finnum svo sem búin að fara yfir helstu stærðir og þetta þá tímabili júní til ágúst. En þar sjáum við að vörusalan nam 51,8 milljarði og jókst 11,2% milli ára. Nú ef við tökum frá rekstraráhrif SMS á tímabilinu sem eru eins og komið hefur fram ekki hluta af samanburðarárinu, að þá hefur vörusala aukist 3%. Framlag á fjórðungnum nam 12,9 milljörðum og hækkaði slétta 2,7 milljarða milli ára eða 26,5% hækkun. Nú ef við tökum starfsþáttinn SMS út þá hefur framlag hækkað 12,8%. Framlag hlutfalli var 24,8% og hækkar 3% stig milli ára. Áhrif af SMS 0,9% stig en að öðru leyti hækkar framlag hlutfalli á olís nokkuð milli ára meðal annars vegna lægra heimsmarkaðsverðs og olíu. En framlag hlutfall í dagvöruverslunum á Íslandi hefur staðið nánast í stað. Heildarrekstrarkostnaður hækkar 23,9%. Hækkunin fyrst og fremst vegna SMS en hún 7,4% þar fyrir utan. EBITDA fjórðungsins nam 5,5 milljörðum og hækkar 36,6% milli ára en án SMS nam hækkunin 21,9%. Hagnaður fjórðungsins nam 2,6 milljörðum til samanburðar við 1,7 milljarð í fyrra sem 48,3% hækkun milli ára. Nú ef við skoðum þá fyrri árshelmingin, mars til ágúst, þá nam vörusala 99,9 milljörðum og jókst 10,2% milli ára, 2% aukning án starfsþáttar SMS. Vörusala verslana og vöruhús á Íslandi jókst 6,8% en samdráttur var í sölu hjá Olís 8,7%. Samdráttur má fyrst og fremst rekja til lækkunar heimsmarkaðsverðs á olíu en einnig hefur orðið samdráttur í seldum lítrum hjá stórnotendum, meðal annars vegna minni innskiptisviðskipta við erlenda stórnotendur, þá sérstaklega á fyrsta ársfjórðungi. Framlegð á tímabilinu nam 24,5 milljörðum og jókst 24,3% milli ára en aukningin var 10,5% án SMS. Framlegð hlutfalli var 24,5% og hækkar 2,8% stig. Áhrifin af SMS 1% stig til hækkunar en að öðru leyti hækkar framlegð hlutfalli olís og dagvöruverslanir standa í stað á árshelmingnum. Heildarrekstrarkostnaður hækkar 23% milli ára en hækkun án SMS nemur 7,2% og skýrist þessi hækkun einkum vegna kjarasamninga og áhrifa af verðbólgu. EBITDA fyrri árshelmings 9,5 milljarður og hækkar tæp 32% milli ára eða 16,3% án SMS. EBITDA starfsþáttar verslana og vöruhús á Íslandi jókst 7,8% og EBITDA starfsþáttar Olís jókst 41,9%. EBITDA SMS nam 1,1 milljarði á árshelmingnum. Nú neikvæð matsbreyting fjárfestingafasteigna nam 297 milljónum, þar af voru 227 milljónir vegna fasteigna í rekstrarleigu hjá SMS. Nú hagnaðurinn 3,7 milljarðar og hækkar 44,6% milli ára. Önnur heildarafkoma var neikvæð 80 milljónir þar sem að þýðingamunur var neikvæður 148 milljónir en endurmat fasteigna sem fært beint á eigið fé nam 68 milljónum. Það að segja endurmat vegna fasteigna sem í notkun innan samstæðunar. Heildarafkoma samtals var því 3,6 milljarðar rúmir. Og hér sjáum við helstu rekstrarmælikvarða fyrir árshelminginn og samanburð við síðastliðin 4 ár. Nú veltuaukning á tímabilinu eins og fram hefur komið fyrst og fremst vegna SMS en einnig vegna veltuaukningar í starfsþætti verslana og vöruhúsa á Íslandi. Framlegð hlutfall hefur farið hækkandi undanfarin misseri, áhrif af SMS 1% stig eins og ég nefndi áðan og þróun heimsmarkaðsverðs olíu hefur einnig haft áhrif. Laun- og kostnaðarhlutföll hækka nokkuð milli ára og skýrist það langstærstum hluta af áhrifum SMS af því að kostnaðarhlutföll þeirra eru almennt hærri heldur en hjá öðrum félögum í samstæðunni en áhrif kjarasamningshækkana og verðbólgu á Íslandi hafa þó líka töluverð áhrif. EBITDA hlutfall 9,5% til samanburðar við 8% í fyrra og hagnaðarhlutfall nam 3,7% en var 2,8% í fyrra.
Nú ef við skoðum svona sjóðstreymis yfirlitið fyrir árshelmingin, þá sjáum við handbært fé frá rekstri nam 9,2 milljörðum og hækkar 3,6 milljarða frá samanburðarári. Fjárfestingar hreyfingar voru 2,1 milljarður, en á tímabilinu var farið í umbætur í nokkrum verslunum Bónus og Hagkaups. Olís opnaði nýjar þvottastöðva Glans, auk 2 nýrra óbjörsstöðva, en kannski ein stærsta fjárfestingin í Færeyjum, þar sem keypt var fasteign í Rúnavík og fjárfest þar í endurbótum og uppsetningu verslana Bónus og Rúmbúl ásamt veitingastaðar. Fjármögnunarhreyfingar voru 4,5 milljarður, samanborið við 3,3 milljarða í fyrra. Á tímabilinu voru keypt eigin bréf að verðmæti 395 milljónir eða 3,6 milljón hluta nafnvirði, en til samanburðar í fyrra voru ekki keypt nein eigin bréf. Handbært fé hækkaði 2,6 milljarða og nam 4,9 milljarðum í ágústlok til samanburðar við 3 milljarða í fyrra. Nú ef við förum stutt yfir efnahagsreikningin, heildareignir í ágústlok námu 108,2 milljörðum og hækkuðu 3,2 milljarða frá síðustu árslokum, þar að segja febrúar 2025. Fastafjármunir 81,2 milljarðar og hækkuðu 722 milljónir. Veltufjármunir námu 27,1 milljarði og hækkuðu 3,9 milljarða, en þar af hefur handbært fé hækkað 2,6 milljarða eins og ég nefndi áðan. Eigið fé í lok ágúst var 39,3 milljarðar og átti félagið eigin hluti að nafnverði 11,8 milljónir í ágústlok. Heildarskuldir námu 68,9 milljörðum og hækkun 2,4 milljarða frá síðustu árslokum. Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils voru 23,1 milljarður og leiguskuldir 18,8 milljarðar. Skammtíma hluti vaxtaberandi skulda var 6 milljarðar, en þar af eru víxilskuldir 1,4 milljarðar og skammtíma fjármögnun í dönskum krónum vegna kaupan á SMS nema 3,8 milljörðum, en við erum að vinna endurfjármögnun þess láns þessa dagana. Og í lokin, ef við rennum yfir lykilmælikvarða efnahags, arðsemi eiginfjár var 28,9% og hækkar úr 17,8% á samanburðarári. Eiginfjárhlutfall í lok ágúst 36,3% en var 34,9% í lok ágúst í fyrra, en eins og oft hefur komið fram þá markmið stjórnar 35% eiginfjárhlutfall. Nettóvaxtaberandi skuldir að meðtöldum leiguskuldum námu 37 milljörðum í ágústlok eða 2,4 sinnum 12 mánaða EBITDA. Skuldir aukast milli ára vegna kaupan á SMS. Veltufjárhlutfall 0,85 til samanburði við 0,87 í fyrra og velturhæði rekstri var 10 dagar í samanburði við 11,2 daga í fyrra. Velturhæði eigna var 2 en var 2,3 á sama tíma í fyrra. Finnur. Takk fyrir þetta, Guðrún. Örstuðstopp hér, þetta glæri sem breytist eiginlega aldrei neitt. Það eru sömu 10 hluthafar, engin breyting þar á, lítilsháttar hækkun á gengi á fjórðungnum, en það verður haldið áfram að hnikast aðeins upp eftir hann, endaði í 104 í lok fjórðungs en eitthvað hærra núna. Hvað sem því líður, það að segja genginu, þá eru allir mælikvarðar í okkar rekstri að stefna í rétta átt. Svo sem við horfum gjarnan til, uppsafnaður hagnaður á hlut síðustu 12 mánuði, að þróast upp á við og hefur verið að gera það núna síðustu 3-4 árin. Stendur núna í 6,58 krónum ef við tökum tillit til einskiptis áhrifa vegna SMS og hefur þá hækkað 47% á síðustu 12 mánuðum og ríflega þrefaldast á síðustu 4 árum. Það auðvitað hægt að telja upp margt sem að spilar hér inn í. Þetta eru, hagræðingamál, þetta eru stefnumarkandi ákvarðanir, þetta eru kaup á einingum, þetta eru sala á einingum. En til að gera langa sögu stutta þá endurspeglar svona þróun einfaldlega að rekstur er orðinn skilvirkari og afkoma er almennt að batna hjá okkur. Og það var markmið sem við settum okkur fyrir 4 árum síðan og erum bara ánægð með árangurinn þar. Nú að lokum svona hálfgerð skilduglæra að tala stöðu og horfur. Nú það þannig að þær eru ekkert að breytast rosalega mikið á 3 mánaða fresti. Þannig að þetta verður kannski örlítið leiðigjarnt en við sjáum þetta ekkert mikið öðruvísi heldur en við gerðum fyrir þarna í byrjun sumars. Staðan er sterk og horfur á seinni hluta árs eru góðar. Kannski heldur munurinn sá að við erum, ef eitthvað er yfir bjartsýnni á haga en við vorum í byrjun sumars, til að fylgja þessu aðeins úr hlaði og byrja þá á áskorunum sem að vinna gegn bjartsýni. Ef við getum horft að þær svona fyrsta kastið, það þarf ekki að fjölyrða það að heimurinn er róstusamari heldur en hann hefur oftast nær verið.
það eru stríð og það eru væringar í þessu alþjóðlega viðskiptaumhverfi og það er augljóst mál að slíkar væringar geta alveg haft neikvæð áhrif á Ísland og þá fyrirtæki á Íslandi. Tollar og viðskiptahindranir eru stóra alvarlegt mál fyrir svona lítið eyríki eins og okkur og augljóst mál að stríð hefur áhrif á olíuverð. Það er minnst okkur stig nokkur ófyrirsjáanleiki þar. Hingað til hafa hins vegar áhrif af þessu á Haga verið sáralítil. Okkur hefur fundist eins og þróun efnahagslífs, svona rekstrarumhverfi sem við búum við og fyrirtæki búa almennt við hafa svona hægt á sér í rétta átt. Það sem við horfum þarna til er verðbólga, hún er ennþá of há og hún er nánast staðnað þannig í kringum 4% og það dregur þá líkum á eða senkar þessum vaxtalækkunum. Gengi krónunar er ákveðið áhyggjuefni, ég set það innan gæsalappa hérna. Við sjáum auðvitað að sterk króna kemur illa við útflutningsgreinarnar en við vitum hins vegar að veiking myndi þýða innflutta verðbólgu, þannig að þetta er lítið haltum við sleftu mér. Við sjáum ennþá mikla verðbólgu í matvöru í okkar aðföngum á innkaupahliðinni. Þar eru ákveðnir liðir meira til vandræða heldur en aðrir. Einna helst núna er það mjólk og kjöt sem að standa upp úr en líka innflutt vara eins og súkkulaði og kaffi og kakó. Innlenda varan vigtar miklu meira, hún er bara stærri hluti af körfunni hjá okkur og að okkar mati skiptir mjög miklu máli hvernig innlendir framleiðendur nálgast verðlagningu á næstunni og við höfum svo sem bent á það hér að við teljum einfaldlega ekki forsendur fyrir miklum verðhækkunum og við vonum að svo sannlega að Birgir sé okkur sammála það. En að þessu öllu sögðu þá er alveg augljóst að við þurfum ekki að vera með neitt barlóm. Við erum bara hress og björt með það sem er framundan hjá okkur í höfum. Í fyrsta lagi þá ganga allar helstu einingar vel. Í raun betur en að við þorðum að vona þegar við vorum að gera áætlanir. SMS í Færeyjum vissu að væri sterkt fyrirtæki en reksturinn er að koma okkur skemmtilega óvart. Það er meira að gera í dagvörunni eins og ég nefndi áðan og grunnreksturinn hjá Ólís er að styrkjast og það munar minna. Fjárfestingar í viðskiptaþróun hjá okkur eru farnar að skila eða eru við það að skila. Við erum að hleypa vildakerfinu af stokkunum núna á næstunni og svo styttist einnig í önnur áhugaverð verkefni sem við munum svipta höluna í vetur. Fjármögnunin er tryggð og fjárhagsleg staða er augljóslega feikilega sterk. Því tengt þá erum við eins og Guðrún nefndi að vinna að svona hagræðingu í fjármögnun sem að tengi starfsemi okkar í Færeyjum og það er eitthvað sem skýrist á næstu vikum. Við erum búin að hækka afkomuspána 1 milljarð þannig að það gefur augaleið að við erum svona þeim mun bjartsýnni á rekstrarárið heldur en við vorum í júní. Þannig heilt yfir þá leyfum mér að segja að okkur hefur gengið vel að bæta rekstur og að sama skapi þá höfum við sýnt að við getum vaxið á arðbæran hátt. Kaupin á SMS eru þar ágætis dæmi. Þannig að þetta er fínt veganesti og við teljum okkur bara vel í stakk búin til þess að stuðla frekari arðbærum vexti og tækla einhverjar áskoranir sem augljóslega verða á vegi okkar svona framundan ef og þegar. Þannig að svo mörg voru þau orð, þannig að núna erum við bara tilbúin í spjall ef einhver vill hefja máls og þá í því sambandi er ágætt að minna á að hún Ingveldur er með mikrofón sem að væri gott ef myndu tala í þannig að þeir sem eru á streyminu heyri það sem þið segið. Góðan daginn og til hamingju með flott uppgjör. Mér langar aðeins að spyrja lækkunin á rekstrarkostnaðinum hjá Ólís. Þú veist, geti aðeins útskýrt betur svona helstu þættina sem er að hreyfa nálina þar og og síðan langar mig aðeins að spyrja nýju verslunarmiðstöðinni í Færeyjum hvort þið séu með einhver svona búin að meta mögulega áhrif á EBITDA þar eða tekjur af þessari nýju verslunarmiðstöð, hverju það muni geta skilað eitthvað svona á ári. Takk. Ef ég byrja á að kommenta á rekstrarkostnaðinn hjá Ólís, þá er þetta bara svona, þetta er bara svona fyrirgefið frekar gamaldags. Það er að segja í því að það er bara verið að horfa á almenna rekstrarkostnað, passa upp á mönnun og stöðum sé í samræmi við það sem að hún þarf að vera og samhliða því þá erum við að ná ágætis tekjuaukningu í vörusölu á stöðvunum, í veitingasölu á stöðvunum. Þarna spila hlutir inn í eins og
við opnun á, þegar við opnum Volt, þá aukast tekjurnar, það eru bara fleiri að ná sér í hambúrgara á Grill 66 eða á Lemon Mini samlokur. Þannig að við erum bara að sjá svona í grófum dráttum þá rekstrarkostnaður að standa í stað í Ólís. Og það gerist ekki nema bara að sé hort mjög fast á reksturinn á öllum stöðunum og náttúrulega á skrifstofunni sjálfsögðu líka. Það frábær árangur svona í þessu verðbólguumhverfi og í þeim kjarasamningum sem við erum með. Þannig að þegar það fer saman við upplyft í tekjum, þá næst bara prýðilegur árangur. Og eins og ég nefndi áðan, þá telur þetta bara almennilega í hverjum einasta mánuði. Varðandi verslunarmiðstöðina í Rúnavík, við köllum þetta verslunarkjarna, það er allt smærra í Færeyjum. Það er ein verslunarmiðstöð og hún er kannski svona 1/3 eða 1/4 á Kringlunni. Hún er í Þórshöfn, heitir SMS reyndar líka. En þetta er svona verslunarkjarni, þarna verða svona 4, 5, 6 fyrirtæki. Við erum ekki búin að meta beint áhrifin. Það sem við erum að gera í Rúnavík, við erum að taka gamla verslun sem er inn í miðjum bænum á óheppilegum stað og svona, þetta er ekki góð verslun og færa hana niður að Höfn, það sem er að byggjast upp íbúðahverfi og svona til glöggunar í raun og veru fyrir bara alla sem eru áhugasamir jarðgöng, þá verða þær að fara til Færeyja. En þegar þú kemur upp úr jarðgöngunum í Rúnavík, þá bara horfur beint á Bónus. Þannig að þetta er bara í alfara leið, þetta er á miðri leið. Þannig að stuttasvarið, við erum ekki búin að meta EBITDA-áhrifin, við vitum það að það verður töluverð aukning í verslun, í Bónus vegna þessa. Við sjáum það bara, við vitum það fyrir reynslu og svo erum við að bæta þarna við veitingakostum, við erum að bæta við leigutekjum og svo framvegis. En takk fyrir spurninguna. Með þennan fríða hóp þá trúi ég nú ekki að það kom ekki eini viðbót. Tók eftir í fréttatilkynningunni þá er það að tala þróun matvælaverðs og verðbólga í matvælaverði hefur kannski verið óþarflega há og þið brýnið aðeins fyrir stjórnvöldum mögulega að grípa til einhverja aðgerða eða leggja sitt af mörkum til að halda stöðugra matvælaverði og mögulega leiða til lækkunar. Geturðu kannski svona útlistað hvað þú hefur í huga eða þið hafið í huga með því? Ég held að svona stærsta verkefni stjórnvalda er sennilega það bara að gæta að ríkisfjármálum og hafa þannig svona ekki þessi hvetjandi áhrif á verðbólgu sem við höfum séð á undanförnum árum, það sem er ríkisfjármálinu og kannski launakjör á opinberum markaði hafa svolítið verið að draga vagninn. Það sem að stjórnvöld geta gert er ýmislegt, það eru misvinsælar aðgerðir, það eru til lönd sem eru með lægri virðisaukaskatt heldur en við, reyndar nágrannalöndin í okkar í kringum okkur eru reyndar með heldur hærri virðisaukaskatt. Við erum augljóslega með töluvert mikla tollamúra sem við erum að selja tollkvóta, stór hluta tekjum ríkisins á hverju ári og tollum eru bara sala á innflutningskvótum á ferskvöru, á kjöt og aðalega fyrst og fremst kjötvöru. Það er augljóslega svið sem maður mætti horfa á, kannski þá samhliða því sem að það er nú óvissa þetta en væntanlegri hagræðingu í framleiðslu á íslenskum landbúnaðarafurðum sem að okkar mati hafa ákveðna yfirburði yfir innflutta með bara tillit til nálægðar við markað og annað slíkt og svo sjáum við líka það að landsmenn þeir velja íslenskt frekar en erlent þannig að það þarf enginn að vera minnumáttarkennd þar. En ég held að verkefni stjórnvalda sé fyrst og fremst að bara gæta stöðuleika og keyra ekki áfram verðbólguna. Það myndi alveg klárlega hjálpa. Sæll, Finnur, ein svona spurning, vegna þess að núna er Drangar að vera í mótun og vera til og væntanlega aukin samkeppni og það sem maður velta fyrir sig hvar sjáið ykkar stöðu
allar samrunnar eru frekar þungir, þeir eru svolítið svipuðum stað eins og bankanir. Það sem þeir eru til dæmis alltaf að fara í sókn til dæmis sérvörumarkað. Hvar metur þú eiginlega stöðu Haga á þessum markaði í kjölfar þessara samkeppni og hvar sérðu tækifæri? Frábær spurning. Augljóslega og bara eins og kemur fram hérna á mál okkar, við metum stöðu okkar frekar sterka og við erum tilbúin að takast á við alls konar áskorunir. Aukin samkeppni áskorun, en hún líka eitthvað sem við tökum einfaldlega fagnandi. Á þess að fara kannski djúpt inn í áform Dranga, enda hef ég engar upplýsingar þau, þá eru Drangar í raun og veru, það ekki verið að bæta endilega við nýjum einingum á markaðinn. Þetta í rauninni samruni fyrirtækja og hann tekur alltaf langan tíma. Við erum bara svona nokkuð keik í bara almennt í samaburði og hlökkum bara til að takast á við verð á samkeppni hvaðan sem hún kemur. Varðandi kannski spurningunum sérvöruna, aftur, ég veit ekki hver áformin eru þar. Við höfum í einhverjum skilningi á síðustu misserum og árum kannski frekar, lengri tími, svona frekar dregið okkur út úr verslun með sérvöru. Það þarf að fara kannski aftur til svona 2018-19 þegar Hagkaup var að miklu starra leyti sérvöruverslun heldur en í dag. Það búið að taka megninu til alla sérvöru, meirum en allan fatnað út úr Hagkaup. Það bara svona grunn vörur eftir þar. Og við svo seldum frá okkur einingar í þessum geira útilífi á sínum tíma, kannski fyrst og fremst til þess að einfalda okkar starfsemi og til að geta einbytt okkur að því sem við töldum vera okkar kjarna þá, og það okkar kjarni ennþá. Þannig að við hlökkum bara til að sjá hvað verður úr þessu nýja sameinaða félagi og munum bara ekki draga af okkur í samkeppninni. Þetta skemmtilegt. Það liggur við, ég kalli á gamlan kennara, en ég kannski hlíf honum við því. Ef það ekki fleiri spurningar, þá þökkum við Guðrún bara kærlega fyrir komuna og áhugann á félaginu, og ef það eitthvað frekar þá verðum við til að spjalla í framhaldinu. Takk fyrir.